og Ísafirði. Já, komið sæl. Það kröftugt veður sem að ganga yfir landið núna, bæði náttúrulega mjög svo hvasst og kviðugt og einnig mikið vatnsveður og hláka. Og þetta nú svona verðum við að glíma við fram á morgundaginn og fjöldi viðvarana í gildi sem að vert fyrir flesta ef ekki alla að kynna sér, sérstaklega ef þeir eitthvað erindi út í náttúruna. Sem nú kannski ekki ráðlegt þó, en við erum hér með kröftugar lægðir hér bæði vestur og suður af landinu og það hvessti mjög hér fyrst á suðvesturhorninu þegar svona fór að halla undir hádegi og nú síðdegis voru hviður víða hér suðvestan til á landinu yfir 40 metrar á sekúndu, allan að staðbundi og einstaka staðar var að sýna hviður og yfir 50 metrar á sekúndu. Og þetta mun síðan dreifa sér yfir til annarra landshluta á næstu klukkutímum en við sjáum að lægðinar, það kemur ný innspýting í þetta í nótt og mjög svo kröpp lægð sem að kemur hér upp mitt Íslands og Grænlands og svo önnur lítil lægðabóla þá annað kvöld en allt þetta nú vegna átaka á milli hlýs loftmassa og svo mun kaldara loftmassa hér þegar vestar dregur sem ættaðir frá heimskautasvæðum Norður-Ameríku og við sjáum þegar við förum á Íslandskortið mjög svo þetta þrýstilínur hér yfir og því miður þá duttu viðvaranir allar út hjá mér og þess vegna mikið fyrir þá sem eiga eitthvað undir veðri að virkilega fara inn og við Veðurstofunnar og kynna sér þær. En það viðvaranir í gildi í flestum landslutum nú þegar, appelsínugular við Breiðafjörð og Miðhálendinu, gular annars staðar og svo appelsínugul hlákuviðvörun sem þá hér eða asahlákuviðvörun á Suðausturlandi. En við að kynna sér þetta og við sjáum að það verða áfram þetta þrýstilínur vel fram á nótt og morgundaginn. Það dregur síðan svona aðeins úr þessu svona þegar líður á morgundaginn þessi lægðabóla til einmitt sem átt að koma hér upp á vesturströndinni síðla nætur að hún verðist alltaf að fara aðeins fjær þannig að svona mesti þungi frá henni verður svona takmarkari heldur en allan að þessi spár sýndu í gær og fyrr í dag. En það svona slákan og svona smá saman á þessu þá þegar líður á morguninu og flest allar viðvaranir verða nú dottnar í gildi 11-leytið á morgun en hér klukkan 8 í fyrramálið þá þó viðbúið að það verði hviður norðan til á landinu yfir á norðvesturhorninu sérstaklega yfir 40 metrar á sekúndu og einnig geta verið nokkuð myndarlega hressilega hviður annars staðar landið norðanvert. En eins og ég sagði áðan þá gerir Veðurstofan ráð fyrir alla viðvaranir verður svona úr sögunni klukkan 11 og áfram verður sögulega 8 hjá okkur og votviðri sunnan og vestan til á landinu, þurrara og bjartara veður fyrir norðan og annað kvöld ætti staðan þá vera á þessa leið, allar hitatölur rauðar nema vera skildi til fjalla og Miðhálendinu og eitthvað lítisháttar svona úrkoma á köflum sunnan og vestan til á landinu. Síðan sjáum við að þessi lægð sem kemur annað kvöld að hún verður nú hjá og áttin verður smá saman suðvestlæg eða suðlæg og minni úrkoma í þessu heilt yfir og á sunnudaginn að þá verður svona sunnanátt víða þetta 8 til 13 hér sunnan og vestan til hægari vindur fyrir norðan og skúrir eða él sunnan og vestan til á landinu og svo ætlar næsta lægð að koma þá inn á mánudaginn og skilakjöri fer þá yfir aðfarnótt mánudags og endar hér úti fyrir Vestfjörðum og sunnanátt kemur í kjölfarið með þá rigningu á suður og suðausturlandi og getur verið nokkuð snarpu vindur hér vestan þeirra lægðamiðju. Og síðan að sjá að verði suðvestlátt með votviðri og köflum sunnan á Vesturlands þá á þriðjudaginn. Lítum þá örsnögt yfir til Evrópu og sjáum að það nú sólríkt víða í norður á Norðurlöndunum á morgun, hæðarhryggur hér í Mið-Evrópu sem og á Íberíuskaga og sólríkt þar og hiti þetta
frá 12 stigum og upp í 20 stig, en lengra komast við ekki í dag. Verið sæl.